Ég vil byrja á því að þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta og horfa á Bíóblaður. Mér langar til að biðja ykkur að íta á subscribe á YouTube eða follow á Spotify. Þetta hjálpar mér að stækka podcastið ennþá meira og gerir ykkur kleift að fylgjast betur með þegar nýju þættir koma út. Þessi þáttur í boði Sambíóna. Sambíón reka 5 kvikmyndahús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álfabakka, Kringlunni og Egilshöll. Egilshöllin uppáhalds bíó mitt. Mér finnst bara ekkert toppa sal 1 í Sambíónum Egilshöll. Celsius Energy. Þetta sykurlaus orkudrykkur sem kemur í nokkur bragðtegundum, þar á meðal Raspberry Acai sem uppáhaldsdrykkurinn minn. Í hverjum Celsius drykk 114 mg af koffíni og alls konar vítamín. Hægt að kaupa Celsius í Hagkaup og Netto. Subway, bestu bátarnir í bænum. Subway býður upp á báta, salat og vefjur og að sjálfsögðu þessar frábæru smákökur. Ég reyni að hafa með 3 í desert þegar ég er búin að borða minn upp á spát sem BMT. Ég mæla maður að kíkja á Subway ef þú ert að leita þar að góðum og ferskum mat. Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði og pop sem kemur í 2 bragðtegundum. Pipardufti og með súkkulaði venjulegu. Ég mæli með piparduftinu, það uppáhaldið mitt. Ég veit ekki hvað ég er búin að borða margar svona póka. Ég mæli með að fólk smakki Pop Smell. Þetta blanda sem klikkar ekki, súkkulaði og pop. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn. Án þeirra gæti ekki gert þetta podcast. Ég vil líka þakka ykkur og sjálfsögðu fyrir að hlusta og horfa á Bíóblaður. Endilega fylgi ég Bíóblaður á Facebook, TikTok og Instagram. Tinna, takk fyrir að koma. Takk fyrir að hafa mig. Ég er búin að vera mjög spenntur að hitta þig. Sömuleiðis. Hún skjálfti, myndið þín. Já. Komin í bíó. Komin í bíó. Hvernig tilfinningin? Hún ofsalega góð. Við höfum þurft að fresta frumsýningunni hér heima í dágóðan tíma. Ætluðum að reyna síðasta haust. En svo ákvaðum við að bíða og sjá og þá voru líka aðrar íslenska myndir að fara í frumsýningu eins og Dýrið og Leynilöggan og mér finnst alltaf rétt að hver og ein íslensk kvikmynd fái svona sína athygli og fái bara sitt Sveigrúm einhvern veginn, já, bara pláss. sveigrúm og bara fá að vera aðeins í friði þangað til að næsta kemur. Af því að það er öllum í hag í kvikmyndabransanum að Íslendingar komi og sjái íslenskar kvikmyndir. Þannig að við, og svo náttúrulega kom COVID inn í þetta og okkur langaði svo að frumsýna þegar að það væru minni takmarkanir og meira frelsi til þess að kannski fagna og hitta fólki sitt og bjóða þeim sem við vildum bjóða og forsýninguna og það rættist og við erum núna forsýndu myndina núna þriðjudaginn 29. og mitt í gær á 5. daginn 31. fór hún í almenna sýningar. Finnst þér, er eitthvað svona stress fara úr þér? Varstu stressuð? Maður er alltaf stressaður fyrir þegar maður er að opinbera verkin sín en þetta var jákvætt og gott stress vegna þess að við vorum búin að sýna myndina í 5 löndum áður, 5 kvikmyndahátíðir höfðu valið hann inn og ég var svo lánsum að geta fylgt henn eftir til 4 landa og í öllum þeim tilvikum sem að ég gat farið og fylgt myndin eftir þá fengum við alveg ofboðslega jákvæðar viðtökur og mjög jákvæða dóma frá gagnrýnendum og líka bara fólki í salnum. Þannig að svona ég aðeins fékk að sjóast áður en ég mætti viðtökunum hérna heima og þannig að ég var aðeins rólegri en ég verð að segja að miðað við viðtökurnar sem við fengum á forsýningunni sem að voru alveg stórkostlegar þá bjóst ég ekki við þessu Það eru bara, fólk virkilega snortið og þeim finnst sem ég fannst líka skipta ofboðslega miklu máli. Ég hafa náð að gera bókinni góð skil vegna þess að það er flókiferli að breyta skaldverki yfir í kvikmynd. Þetta er ferli sem að krefst mikils, þú þarft að vera trú bókinni en þú þarft líka að vera trú myndinni, þú þarft að vera trú þinni sín sem sögumanni og í raun og veru þá er ég bara ofsalega glöð með þær viðtökur sem við höfum verið að fá og fólk er að mæla með myndinni á samfélagsmiðlum og hvetja fólk til þess að fara og ég svona upplifa að það sé ekki bara vegna þess að það er ný íslensk kvikmynd í bíó sem er náttúrulega líka alltaf ákveðin stór viðburður
heldur líka vegna þess að hún verðist svona hreyfa við fólki á þann hátt sem að það kannski líka vill láta hreyfa við sér vegna þess að við erum að fjalla viðkvæm málefni, við erum að fjalla flókin fjölskyldutengsl og fyrirbæri sem heitir þöggun, sem búið að vera mikið umræðin upp á síkastið og fólk að reyna að brjótast út úr því þöggunarmynstri sem að hefur ríkt. Fólk að stiga fram og segja sína sögur og segja frá áföllum og hvernig áföll hafa mótaða og hvernig það hefur náð að vinna úr þeim. Og það svolítið það sem að myndin og að því leiti þá fólk að tengja og það getur speglað sig í sögunni og margir sérstaklega hérna heima hafa sagt við mig, mér langar að fara að sjá hana aftur. Ég þar. Það? Æ, gaman! Og mér finnst það alltaf svona hinn bestu meðmæli, bara mér langar að fara að sjá hana aftur. Stærsta rósi. Já, ég búin að hugsa svo mikið hana og hún fer ekki úr hausnum á mér og ég vil bara fara aftur og einhvern veginn upplifa hana aftur. Þannig að ég bara í skýjónum með þetta allt saman og ótrúlega glöð og þakklátt með að þetta hafi einhvern veginn, en sem komið bara farið vel. Að ég get rétt ímyndum mér. Bara það að búa til bíómynd yfir höfuður erfitt. Já. En að búa til góða bíómynd. Já, þú veist aldrei hvort hún verður góð eða ekki. Nei, nákvæmlega. Það eina sem þú getur gert að gera þitt besta og vona það besta. Og ég svolítið á því að ef maður fylginn sér og trúr sinni sín og trúr þeirri sögu sem að maður vill segja og fær gott fólk með sér sem að einhvern veginn á sömu blaðsjó þú hefur sömu sín, þá gerist galdurinn og ég vann þessa mynd með alveg einvala liði. Ég fekk reynslubolta með mér til þess að koma þessari myndi skila og bara við áttum öll ofsalega gott samstarf og höfðum svona sameiginlega sín sem að var einhvern veginn svona var svo mikil blessun af því að ég líka þegar þú ert að fjalla viðkvæm málefni og þú ert að fjalla svona af því þetta djúp saga, þetta flókin saga, mörg lög í þessari sögu og margt í gangi sem að í raun og veru aldrei sett í orð en þú finnur, þú skynjar, þú upplifir, þá þarft að vanda þig og þarft að gera þetta rétt. Algjörlega. Og þannig upplifi ég líka bara bækurinn að Auðar, hún fer alltaf á dýptina og hún fer inn í kjarna mannlegs eðlis einhvern veginn og gerir því svo góð skil og hún svo einstakur höfundur hún Auður og hún líka alltaf trú sjálfur sér og einhvern veginn fer mjög djúpt bara í sína sál þegar hún gefur af sér og í sínum bókum og það skilar sér til þeirra sem að lesa bækurnar hennar og ég var þar á meðal, ég las Stóra skjálfta á sínum tíma sem myndin byggð á og ég var heltekin af þessari bók og mér fannst þessi saga fyndi að segja það, mér fannst hún vera mig. Þú tengdir það sterkt við hana? Já, ég tengdi alveg óbúslega sterkt við hana vegna þess að þöggun fyrirbæri sem ég þekki sjálf og það eru hlutir í minniforti sem að ég átti erfitt með að horfast í augu við og finna leiðir til þess að vinna úr en með því að lesa þessa sögu og sjá hvernig aðalpersonan vann úr sínum málum þá einhvern veginn fann ég að ég hefði farið þessa leið sjálf, ég hefði einhvern veginn farið ákveðna sjálfskoðun líka á tímabili í mínu lífi sem að saga aðalpersonan gerir og kemst ekki hjá að gera og að því að ég einhvern veginn þekkti þessa reynslu að kljást við eitthvað sem erfitt þá fannst mér þetta vera leiðin til þess að segja þessa sögu á minnhátt í kvikmynd og líka það sem ég fannst ofsalega mikilvægt líka að þetta þó þessi flókin og stór og dramatísk saga þá svo margt fallegt í henni líka. Sammála. Það mikil von, það bjartsýni, það svona það virðing fyrir mannlegu eðli, það virðing fyrir því að það ekki allir fullkomnir, við erum brisk, við erum oftast að reyna að gera okkar besta og það tekst misvel. Og líka bara virðing fyrir foreldra hlutverkinu, hvað það erfitt og flókið. Það ofsalega flókið, Og ég sjálf móðir og saga sem að myndin hverfist móðir og hún að reyna að finna leiðir til þess að vera
góð móðir, heil manneskja fyrir barnið sitt og það viljum við öll. Og það eru fleiri í myndin sem eru foreldrar að reyna líka það sama, gera bara sitt besta. Já. Og fara kannski öðruvís að því en þú veist, það er ekki allir karakter sem gera það eins. Nei. En þú getur tengt svo við þetta. Já, það er nefnilega máli. Ég veit 14 mánuða heima á, þú veist, þess vegna við sem mynd bara búm. Eða það ekki. Já. Þetta er svo í marg. Ég hvet alla foreldra og alla þá sem hafa átt foreldra til þess að sjá myndina. Það er bara allir. Já, allir. En ég hveti í alvegni alla til að sjá þessa mynd. Þetta er frábær mynd hérna, þannig ég get sagt að hún bara við þig, bara svona face to face. Hún fekk mig til að tárast. Æ. Og það held ég að hafa aldrei gest í bíóður hjá mér. Það er magna. Ekki að því ég er eitthvað svaka nagli, Nei. það bara hefur ekki gest. Nei. Og ég mun aldrei gleyma þessa sýningu. Bara, það eru atburðir í þessari mynd og setningar. Já. Töluðu svo til mín og ég er 9 ára faðir, þetta er fyrsta barnið mitt. Og það koma svona dagar þar sem ég spyr sjálf mig bara, er ég að standa mig? Já. Verði ég góður faðir? Er ég að fara að ná að ala rétt upp og efasemdir og svona? Og það er ein setning í þessari mynd, mér finnst ég alveg geta sagt hana, þetta er engin spoiler. Það er eitt karakter sem segir við annan karakter, þú ert góður pabbi. Já. Þá bara sem verið kveikt á táranum á mér. Já. Svo kemur smá eftir það líka og það var bara búm. Þá var ég bara ok, þetta verður líklegast eina minn uppáhaldsmyndum árum. Ég vil ekki fara til smáatriði, ég vil ekki spoila neinu. Nei. En ég hugsa verði á mínum top 5 lista. Það er magna. Hvað ég glöð að heyra það? Ég er afsalega glöð að heyra það og til þess er allt þetta erfiði. Það er nákvæmlega þetta. Þetta er markmiðið að ná svona til fólks, hreyfa við því og vekja upp eitthvað sem að við eiginlega þekkjum öll. En hægara sagt en gert. Já, það er það. Þú veist, og í kvikmynd, með fullt af fólki, fyrir öll er hann að gera eitthvað besta, en að búa til eitthvað bíómynd. Mér finnst alltaf ég að magnað, þess vegna ég er svo hrifin af kvikmyndaforminu, að þetta er svo mikið hópstarf. Þegar verður eitthvað gott úr þessu. Já. Mér finnst það magnað. Já, og það, ég er líka á því sko að vinnuferli sjálft, það mun skila sér á tjaldið. Ef að samvinnan hefur gengið vel og það ríkir virðing og sátt á setti. Og góð mórall og svona. Góð mórall, gott andrúmsloft, virðing og traust. Það er það sem er lykillinn að þessu öllu. En þess að þetta er ekki myndin mín, þetta er myndin okkar. Við eigum hana saman. Ég hef aldrei gert þessa mynd án þessa fólks. Ég hef aldrei gert þessa mynd ef ég ekki haft þessa stórkurslegu bók hennar Auðar sem efni við og þetta svona, já, þetta, þegar allt vinnur svona vel saman þá trúi ég því að það skila sér til áhorfenda og það virðist vera að gera það. Það skiptir líka svo miklu máli, þú varst að tala um eitthvað svona sín og mér finnst það hljóma og það lítur út þannig í myndin eins og þú hefur haft svakalega sterka sín. Bróki, ég sé fyrir mér þessa mynd svona, þess að sögur svona í kvikmyndaformi. Já. Og ég fann það sjálfur þegar myndin byrjar, bara fyrsta skotið. Já. Bróki, ég er í góðum höndum. Er það? Án jokes. Ég bara, ok, ég er í góðum höndum. Þá líður mér svo vel sem áhorfanda. Því ég finn það líka þegar ég er að horfa á bíómynd og maður er bara svona, ok, ég er til að gefa sjens. Svo finnum maður bara að leikstun hefur kannski alveg nógu góð tök á efninu. Andstæðið þegar ég horfði á Skjálfta, ég bara, ok, og ég til í þetta, segði mér svo sögu. Það er svo góð tilfinning. Nei, ég veit, það er svo góð tilfinning. Og þegar ég upplifði þessa tilfinningu, þá var ég alltaf svo þakklátt. Ég líka. Ég verð svo glöð. Ég verð svo takk fyrir að hreyfa svona við mér. Já, en það er þessi lista á að gera. Já, það er það sem hún á að gera og ég kalla þetta galdur. Ég kalla það bara þegar ég upplifði þetta sjálf og hvort sem það er, þú veist, tónverk eða myndlist eða leikrit eða kvikmynd, það bara, ég verð svo auðmjúk gagnvart listinni, fólkinu sem að gerði þetta, skapaði þetta. Þannig að í eðli sínu er listin alltaf að fjalla um manneskjuna. Algjörlega. Það er efniviðurinn, það er bara, þetta eru tilfinningar, þetta er eitthvað sem að þú vilt miðla sem að á að vekja hughrif, á að kalla fram þær tilfinningar sem að viðkomandi listamaður var að vinna með sjálfur þegar hann var að skapa verkið. Algjörlega. Og eins og ég talaði um að mér langar að sjá hana aftur. Það er efni í þessar mynd og eins og atburður, karakterar, senur sem ég er spennt að sjá aftur. Af því ég held, á þess að verður spoilera, ég held hún væri kannski farið ákveðna átt, svo fyrir hún svolítið annað. Ég kunni að meta það, mér fannst það æðislegt. En þá mun ég horfa aðeins öðruvísi á myndina. Einmitt. Í seinna skipti. Já. En svo líka því ég skildi alla karakterin einhvern veginn. Þessi er hann að gera sitt besta og ég skil hann, þessi líka.
og að vera svona ákveðin togstreita að þetta flókið Já. og þetta svo mannlegt Já. en mér finnst það svo nærandi. Já. Það gefur mér svo mikið. Þannig þegar ég horfi aftur á hana þá hef ég svo miklu svona úr á móð eitthvað en að velta fyrir mér alls konar hlutum. Já, einmitt. Það frábært. Og líka, og þú veist, þegar ég mitt las bókina þá fannst mér svo magnað hjá henni Auði að hún ekki að dæma neitt. Og það alveg eins í myndinni og í minni sín að, þú veist, ég vil ekki dæma neitt. Það alveg svo í lífinu þá geta stundum aðstæður, kringumstæður skapast sem að eru erfiðar og flóknar og einhverjir bera einhverju leiti ábyrgð á en einhverju síður þá sko, það einhvern veginn, það engin svona vondikallinn í sögunni eða kvikmyndinni, það einhvern veginn og það þegar ég var til dæmis að þróa handritið þá fór ég á handrita vinnusmiðju sem að heitir Writers Retreat og var haldin á þeirri dásamlegu eyju Mallorca. Já. Og þar voru nokkrir af okkar bara virtustu handrita ráðgjöfum kvikmyndabransans allstaðar að úr heiminum sem að söfnust saman og við vorum nokkrir kvikmyndaleikstjórar að þróa verkefnin okkar og vorum að fá svona endurgjöf á handritin. Og þá var einmitt það sem var mest talað í mínu verkefni var nákvæmlega þetta að ég held að þinn styrkleiki við þína sögu einmitt sá að það engin dæmdur. Það eru allar hliðar málsins einhvern veginn, þeim varpað fram. Þannig að þú sem áhorfandi, það ekki verið að mata þig, það ekki verið að segja þér, þessi vondur, þessi góður, þetta var nú meira fíblið. Já, þetta rétt, þetta rangt. Já, einmitt ekki. Ekkert svoleiðis. Nei, og það ákveðin þroski sem að Auður hefur sem höfundur og það líka ákveðin þroski sem að ég tel mig hafa svona einhvern veginn náð að finna fyrir að maður verður að vera tilbúin að sjá allar hliðar málsins og vega og meta hvað rétt og rangt sjálfur út frá þeim upplýsingum sem maður fær. Og það svolítið þannig í myndinu og þegar ég skrifaði handritið þá lagði ég mikla áherslu á það að áhorfandinn veit ekki meira heldur en aðalpersonan Saga sem að missir minnið og þarf að púsla saman lífi sínu og öllum þeim upplýsingum sem að hún fær þegar hún að reyna að endurheimta minnið og endurheimta sitt fyrra líf. Að þá áhorfandinn á köflum jafn týndur og hún og þarf að leggja saman brotin og leggja saman 2 og 2 átta sig á því býtu hvað rétt og hvað rangt og hvað hennar ímyndun og hvað ekki. Og ég trúði því að með því að fara þá leið þá myndi ég ná að vekja upp spennu forvitni áhorfandans eins og þú nefnir réttilega, þú heldur hún sé að fara í ákveðna áttmyndin en svo fer hún í allt aðra átt. Og það ferðalag sögu líka, hún heldur eitthvað en svo kemst hún að því að það kannski ekki alveg þannig, það miklu frekar hinsegin og hvað gerir hún við þær upplýsingar, hvað gerir áhorfandinn við þær upplýsingar, ætlar hann að dæma, ætlar hann að fyrirgefa, ætlar hann að kannski bara vega og meta hlutina út frá öllu því sem að ég hef búin að vera raun og veru varpa fram í myndinni, hvað finnst þér, hvernig sér þú þetta? Og ég held að áhorfandir séu alltaf þakklátir fyrir það traust, vegna þess að þetta ákveði traust sem að maður raun og veru að varpa til áhorfanda, að leyfa þeim sjálfum að vega og meta einhvern veginn hver eru skilabúðin hér, hver sagan, hvað tek ég með mér eftir að hafa hort á svo mynd og hver mín sýn, ekki bara á söguna heldur bara lífið sjálft. Já, en það það sem góð bíómynd gerir. Já. Og hún situr þessu í mér og svo fyrir aðeins meir út í þetta en eins og Anita í þessari mynd. Hún svo góð. Ég veit. En minnst allir leikinn standi sér frábæla, þar með þú. Þakkaði fyrir. En bara þetta svo góð leikur í þessari mynd og ég þekki því náttúrulega ekki svakalega við sem leikstjóra, þetta náttúrulega í rauninni fyrsta mynd í fullu lengd, en þú virðist það var rosa góð tök á leikurum og hvernig hann að vinna með leikurum, virðist vera allavega í gegnum þessa mynd. Já. Þó þessu frábæri leikarar, já. Þá vilja leikar láta leikstýra sér og þú virðist gera það rosa vel, það leikurinn flæðir svo vel, samtölin á milli persónuna, en ég nefndi Anitu sérstaklega, hún allir í aðluturki og sviðslega sér mest á henni.
Mér finnst það rosalega í þessari mynd. Já, hún einstök í þessari mynd og í raun og veru bara ber myndina uppi og það mæði mikið á henni og hún gerir þetta listilega vel og við unnum mjög náið saman og vel og fallega og ég setti að sjálfsögðu miklar kröfur á hana sem leikkonu að því að hún í öllum senum og við fylgjum henni alfarið eftir og hún þarf að túlka allan tilfinningaskalan og gerir það óbúslega vel og allt hennar innra líf svo skýrt og að því hún þarf að miðla svo miklu bara með sko hvernig hún horfir og þessi lágstemdi leikur sem að hún í raun og veru sýnir í þessari mynd samt svo stór vegna þess að það er svo óbúslega, það er svo mikið að bærast í höfðunáni, í hugsunum hennar, í hennar innri líðan, hennar togstreitu og slíkt og það skilar sér svo vel í hennar nálgun og hennar túlkun vegna þess að við fórum líka þá leið að við höfum mikið að nærmyndum, hún mjög frek og kröfuhörð kameran á hana og fyrir vikið þá sá ég leið þegar ég var að horfa á monitorinn þegar hlutinni voru ekki sannir, þegar hún var ekki alveg 100% on og sem eðlilegt, ég meina Já, því þú gast ekkert flúið, þetta svo mikið nærmynd þetta svo mikið nærmynd og ég sé það bara sjálf þegar ég að leika og að horfa á eitthvað sem ég hef gert og þá sé ég alltaf sjálf þarna ég nú bara að hugsa eitthvað annað þarna ég nú ekki alveg í situasjónu en þú veist Finnst þú ná að spotta öðrum leikunum líka? Hvað sérðu? Finnst þér þú ná að spotta það? Já í öðrum leikunum alveg, af því að þú ert sjálf leikona eftir reynslu það hjálpa því að það var að gríðarlega sem leikstjóri það gerir það gerir það, ég bara segi það vegna þess að það alveg að hjálpa mér að hafa staðið fyrir fram að kameruna tölvört sjálf og tekist á við alls konar hlutverk að vera svona með finnast ég svona skynja að þegar að leikararnir eru algjörlega inn í því sem þeir eru að gera og gera það innlegt og satt vegna þess að í raun og veru þá ekkert annað að virka þú verður einhvern veginn þú verður að setjast í situasjónuna, þú verður að hvíla, þú verður að ná að hvíla sem leikari og mér finnst það svo óbúslega mikilvægt að þegar ég næ einhvern veginn að finna það hjá leikurum, þegar þeir ná einhvern veginn að hvíla í því sem þeir eru að gera og segja og túlka og þá verður það einhvern veginn svo satt vegna þess að með þessari hvíld þá kemur ákveðið öryggi, ákveðið flæði sem að einhvern veginn bara svo gríðarlega mikilvægt í kvikmyndaforminu. Það ofboðslega mikilvægt vegna þess að mér finnst ég svo oft sjá í svona sérstaklega svona Hollywoodmyndum þegar að leikarinn bara að hugsa sminkið eða hann að hugsa hvernig nú svipurinn hakan í undirhugun. Of meðvitaður. Já, meðvitund og ég var sjálf að leika pínlítið hlutverki í kvikmynd sem heitir Margrét Fyrsta sem dönsk stórmynd sem var framleidd núna nýlega og fjallar Margréti Fyrstu, Danadrottningu og þar leik ég á móti þessum helstu kanónum á Norðurlöndunum, Tríni Dýrhólm og fleiri bara stórstjörnum og það var mikill heiður að fá þetta hlutverk og kynntist þessu fólki og við töluðum mikið saman bara á milli takna og vorum að ræða listina og aðferðafræði og svona og þá talaði með Tríni Dýrhólm þetta með meðvitundina, hún alveg stórkostlega leikona og allt sem hún gerir svo satt og velgert. Hún sagði einmitt það sama, hún sagði ég ekki leikstjóri en ég sé það alltaf sjálf, bæði þegar að leika á móti fólki og líka bara þegar að horfa á kvikmyndir eða sjónvarpsþætti að þegar þessi meðvitund kemur sem eðlileg vegna sem við erum bara fólk og við erum í raun og veru ekki að upplifa þessa situasjónu, við erum bara að setja okkur inn í það og við erum að reyna að gera þetta alveg, þetta fake, við erum að leika en ég sé alltaf þegar þessi meðvitund þegar kviknar á þessari meðvitund þetta kemur bara eftir að fer inn í áruna þetta fer inn í bara hvernig fólk horfir, þú næstuði þú getur þetta hálf lýgilegt að segja það en þú næstuði getur séð það í augunum á fólki þegar það statt annar staðar það svo þetta svo skrítið En það ekki þú leikstjóri sem á stökku inn? Jú, alveg og segja bara, hei, tökum aðtöku eða tala við leikaran eða leikon eða Algjörlega, og þetta meiri segja þegar þú ert að leika á sviði, það svo þú veist, þegar þú ert að fara með mónólóg og þú ert kannski að lýsa í mónólógnum einhverju sem að ég fór þangað og þá kom bíll og hann keyrði yfir þennan og ég var vitna þessu, þú þarft að sjá
í alvörunni í huganum þennan atburð sem þú ert að lýsa. Þú þarft að sjá myndina, þú þarft að sjá bílinn, þú þarft að sjá slysið, þú þarft að búa það til í hausnum og horfa á það í huganum, þó sért á sviði og þú ert ekki með þessa kröfuhörðu nærmynd á sviði eins og í kvikmyndum. Þú þarft í alvörunni að sjá þessar myndir vegna þess að sú mynd sem þú sérð, hún mun skila sér út í salinn. Þetta lærði ég í leiklisskólanum og fannst alveg merkilegt og hef oftar en ekki bara séð að þetta alveg satt. Þetta er svo skrítið, það er næstu eins og framköllunin í huga þínum sem leikari, hún skilar sér. Og ef hún er ekki til staðar, þessi mynd sem þú ert að segja frá. Það ert ekki sminkið eða eitthvað. Já, þá framkallast hún ekki heldur í huga áhorfandana. En þegar þú leikur, því nú hefur fengið tími nokkra leikara og sem að tala alvöru tilfinningar eða alvöru áföll. Þú ert kannski að leiki einhverju senu sem er sorglega eða eitthvað. Þú persóna sem leikona sækir þá sjálf í eitthvað sem kom fyrir þig eða nærði að feika þennan gæslapp. Notar á alvöru tilfinningar. Skilur hvað við? Nú get ég bara að tala fyrir mig en þú sem leikari átt að geta leikið öll hlutverk og túlkað allt sem er bara til í þessum heimi, en það þýðir ekki og þú þarfst að geta gert það satt, en það þýðir ekki að þú hafir þurft að ganga í gegnum akkurat þá reynslu sjálfur. Hins vegar, þá ef þú ert til dæmis að leika einhverja manneskju sem að hefur upplifað missi, segjum bara að þú ert að leika manneskju sem að missir foreldri sitt og þú foreldrar þínir sem leikari, þú er bara átt þína foreldrar ennþá á lífi, þá geturðu tekið sársauka sem að þú hefur kannski gengið í gegnum annars konar missi. Missi, það getur þess að vera bara missir af einhverju tækifæri í lífinu, þú missir vin þinn eða það gerist eitthvað í þínu lífi sem að þú getur kallað missi. Þú getur ættleitt þá tilfinningu yfir í þá situasjón sem þú ert að vinna með. Þannig að tilfinningin, upplifunin af einhvers konar missi, hún getur verið sönn vegna þess að þú þekkir bara það að hafa mist eitthvað, þó það sé ekki endilega foreldrið þitt vegna þess að það er enn á lífi. En þú getur ættleitt raunverulega tilfinningar og farið inn í þann brunn í þínu sálarlífi og spegla það og nota það sem grunn, og ég geri það sjálf. En er hætta ef þú fyrir of djúpt, er hætta að þú festist á þar, skilur hvað við, að bara, það er kannski mjög sára minningar. Já. Ef þú sækir of djúpt í það. Það getur verið erfitt, ég meina þú mátt ekki alveg fara alla leið, ég meina ef að þú segjum sem svo þessu til dæmis á sviði, þú ert kannski að leika sömu sýninguna, þú veist, aftur og þú ert alltaf að fara inn í þína persónulegu reynslu í hvert einasta skipti sem þú leikur hlutverkið, þá náttúrulega það er tætandi, þú veist, þá ertu kannski alveg að ganga of langt, en svona kannski líka svo sjóastu því oftar sem þú leikur sýninguna, því oftar sem þú ferð inn í þessa tilfinningu, þá smátt og smátt fyrir þetta verða líka eitthvað sem að líka með þekkir, hugurinn þekkir, og hann á kannski greiðari leið að því svona smátt og smátt, og þess vegna eru æfingar svo mikilvægar að þú getur svona að leiðina þessari tilfinningu verður alltaf auðveldari með æfingunni og reynslunni, heldur en að þú farir alltaf alveg djúpt hún í kjarnan, en einhvers staðar á æfingaferlinu þarftu samt sem áður að fara tölvert langt bara til þess að ná í hana, finna hana, en eins og öll erum við með eitthvað svona buffer, við erum með svona ég býja einhverju reynslu sem ég ætla ekki alveg endilega að fara inn í, en á einhverjum tímapunkti er gott fyrir þig að fara inn í þá reynslu bara sem manneskja, finna þessa tilfinningu, opna á hana, þannig að þú getur sótt í þann brunn svo þegar þú ferð að túlka hana aftur og aftur, en og það er það sem að gera kannski líka leikarastarfið svolítið flókið og svona oft á tíðum svolítið erfitt, og leikarar verða líka oft viðkvæmir fyrir gagnrýni og svona, það því það sumir eru bara bókstaflega að gefa sál sína og hjarta í eitthvað sem þá svo kannski kemur einhver gagnrýnandi og segir bara, mér fannst hann ekki nógu samfærandi, og maður bara verður ofsalega, þú veist, ég alveg fór svo langt og eitthvað, en þú veist, ég veit ekki, það er margt í þessu sem að getur verið viðkvæmt, en þetta er bara eðli þessa starfs, þú ert að vinna með sjálfa þig og þína tilfinningar og þína reynslu, og þú ert ekki með eitthvað annað, þú ert bara með þig
og þú hefur ekkert annað til þess að nýta, til þess að miðla því sem þú vilt miðla. Eins og rithöfundar, þeir eru með bækurnar, þeir skrifa bækurnar og svo bara bókin farin og þá bara allt sem þú settir í bókina bara einhver önnur stærð, einhver vera sem þú bara getur sendt frá þér, svo það farið. En leikarinn alltaf aftur og aftur með sjálfa sig, bara einhvern veginn, svona bara bara einhvern veginn. Þetta er en fyrir vikið þetta ofsalega göfugt og áhugavert starf og ég ber svo mikla virðingu fyrir þessu starfi og fyrir bara öllum listamennum en sko það að vera leikari er virkilega krefjandi en leið mjög gefandi starf. En eins og leik á sviði versus að leiki í bíómynd eða sjónvarpsþáttum, þú ert kannski á sviði og margar sýningar, eins og tala kannski tætandi og alltaf að fara einhvern brunn af einhverjum tilfinningum með erfið munningum en svo til bíómynd og það er kannski með, ég veit ekki, 10 tökur eða eitthvað svo fyrir bara næsta atriði svo er það bara búið, skil, þú ert ekki að fara að leika aftur nákvæmlega í þessari bíómynd eða þessu atriði leiktæknin, er það tæklað öðruvísi? Í kvikmyndum, eða þú veist, í því formi? Já, kvikmyndum versus sviðsleik. Já, kannski vegna þess að þú þarft að sko leiktækni á sviði og í kvikmyndum er mjög ólík, þú þarft að vera svolítið spar á það eða spör á það hversu langt þú ferð með tilfinningarnar vegna þess að það sem að virkar á sviði þarf að ná einhvern veginn alveg til þeirra sem að sitja á aftasta bekk. Þannig að þú þarft stundum að gera hlutina aðeins stærri heldur en í kvikmyndum, vegna þess að í meiri nánd kannski í kvikmyndum. Já, meiri nánd og þá þarft að gera minna. Þú þarft að sýna minna, en á móti kemur að sama umrót þarf að eiga sér stað í sáluðinni, í hugsunum þínum og hvernig þið líður og það þarf þannig að hið innra líf er það sem þú þarft að vinna svo rosalega mikið með þegar þú ert fyrir framan kameru og að það skilir sér í bara augnaráðinu, í tilliti þínu, hvernig þú horfir og hvernig þú fer með textaðinn og allt það. En sko, þetta er einhvern veginn á sviðinu þarft að láta þetta berast alveg út allan salinn og þá hefur miklu meira frelsi til þess að opna á stærri tilfinningar og túlka miklu meira og tala herra. Hvað er það skemmtilega? Í mínu tilfelli, ég hef verið miklu meira í kvikmyndabransanum að leika heldur en nokkuð tíman á sviði, þannig að sko minn reynsluheimur er aðalega þar en ég hef svo sem alveg líka verið á sviði og mér finnst erfitt að bera þetta saman vegna þess að þetta er ólík form en bæði eitthvað svo stórkostlegt bara á ólíkan hátt. Þú ætti bara eftir að velja milli? Já, ég meina þú veist. Þú hallast kannski aðeins meira að kvikmyndum og kameru? Já, ég meina mér hefur gengið betur að koma mér hefur gengið betur einhvern veginn í þeim geira í kvikmyndabransanum sko og ég hef þá líka bara svona einhvern veginn kannski fyrir vikið bara lagt meiri áherslu á það form og mér líður rosalega vel í starfi leikstjórans, ég hef líka leikstýrt á sviði og Er það allt öðruvísi? Það er öðruvísi, já, það er öðruvísi en ég lít alltaf einhvern veginn á sjálfum mig sem sögumann, mér finnst bara ótrúlega gaman að segja sögur hvort sem ég geri það á sviði eða í kvikmyndum eða sjónvarpsseríum eða hvað sem það er en sko, og mér finnst erfitt að velja á milli, mjög margir spyrir mig, hvort finnst þið nú skemmtilega? Þetta er svona eins og, fyrir mér er þetta næstu, hvort barnið þitt elskaru meira? Þú veist, ég bara elska barnið Sophie's choice. Já, þú veist, þú maður á ekkert heldur að velja. Ég einhvern veginn svona, ég trúi því að hlutinir séu á réttum tíma, ég er rosalega forlega að trúa, ég trúi því að hlutinir fari svolítið svona eins og er eiga að fara ef maður er fylginn sér og tilbúin að hlusta á innsæið og svona hvað það er sem að fær mann til þess að einhvern veginn svona, ég veit ekki, setja ástriðuna í þessa átt en ekki einhverja aðra akkurat núna, en ég vil halda öllum dyrum opnum, mig langar að leika allstaðar á sviði, hvað sem það er eða kvikmyndum, bíómyndum, mig langar að segja sögur áfram á sviði í kvikmyndum, ég er bara opin fyrir öllu, mér finnst rosalega gott að hafa þann grunn sem ég hef, sem er leikona og kvikmyndaleikstjóri eða bara leikstjóri og geti einhvern veginn gert bæði, skilurðu. Þú þarft alltaf ekki að velja. Nei. Þú gert það svo vel. Já. En hvernig hjálpaði það þér? Að þú ert leikona, það er svolítið þinn grunnur. Hvernig hjálpaði það þér þegar þú skrifar?
Ég sem sagt, ég lærði bókmenntafræði í Háskóla Íslands í 2,5 ár. Ég var svona bara eiginlega við það að klára af því að bókmenntafræðin 3 ár í HÍ. Ég var við það að klára þegar ég ákvað að skella mér nú í inntökuprófinu í leiklisskólanum og sjá hvort að þetta væri nú eitthvað sem ég myndi vilja mögulega gera. Og komst inn í fyrstu tilraun í leiklisskólan þannig að ég eiginlega bara náði ekki að klára bókmenntafræðina en var komin vel á veg og kynntist þar skrifum mjög mikið. Las rjóman af þeim bókmyndum sem hafa verið gefin út bara á alheimsvísu og lærði mikið um greiningu og texta og við lásum mikið að leikritum, lásum bækur og vorum stöðugt að greina karaktera og sögur og straumar og strauma og stefnur sem að hafa ríkt í bókmyndasögunni. Og skrifum fullt af ritgerðum og greiningum og það hjálpaði mér svakalega mikið þegar ég svo fór að skrifa sjálf að búa þessari menntun líka, ekki síður en leikaramentuninni. En svo gerði ég eitt, svo fór ég þegar að ég var nýbúin að fæða tvíburana mína og var bara í barneigna fríi, þá skráði ég mig á námskeið í Háskóla Íslands í endurmenntuninni sem að hét handritaskrif og þar voru Árni Óli heitinn og Hafsteinn Gunnar sem að gerði undir trénu að stýra frábæru handritaskrifa námskeiði sem að ég fór á og þar lærði ég svona grunninn að því að skrifa kvikmyndahandrit og þeir eru á þeim tíma voru þeir á fullu en náttúrulega elsku Árni Óli látin í dag en þeir voru ofsalega reynslumiklir og frábæri kennarar og kendu þessa grunnþætti sem að þurfti að maður þarf að kunna til þess að skrifa kvikmyndahandrit vegna þess að það allt annað að skrifa bók eða ritgerð heldur en að skrifa kvikmyndahandrit og þannig að ég lærði það hjá þeim. Margar reglur? Í margar reglur og það flókið að skrifa kvikmyndahandrit af því að þú verður einhvern veginn að sitja í handriti nákvæmlega það sem þú sérð á skjánum en þú mátt ekki lýsa einhverju sem ekki á skjánum og það svo erfitt að ég þurfti að svona, það var ákveðin skóli mikil kúnst en þannig að ég lærði bókmyndafræði, ég lærði leiklist og svo fór ég í annað nám 2005 sem heitir MBA og kennt í Háskólanum í Reykjavík sem alþjóðlegt stjórnendanám 2 ára nám sem bara, það heitir Master in Business Administration. Þetta meistaranám á stjórnendastigi. Þú lærir að vera stjórnandi. Og það sem svo frábært við þetta nám að þetta fyrir fólk úr öllum geirum. Þarna voru hjúkrunarfræðingar, þarna voru, þú veist, bara fólk allstaðrað sem að bara langaði einhvern veginn að læra það að vera stjórnandi. Og þegar ég skráði mig í þetta nám, þá ætlaði ég ekkert að vera einhver leikstjóri. Ég bara var á svona einhverju tímabili í lífinu þar sem að mér langaði svona að hafa lítið að gera hjá mér og ég vissi ekki alveg hvað ég vildi gera, hafa lítið að gera hjá mér í leiklistinni þannig ég svona vildi auka þekkinguna, nýta tækifæri þegar það var svona svolítið rólegt hjá mér að halda áfram að mennta mig og bara ég kem út úr þessu námi bara full af einhvers konar sjálfstrausti að ég geti bara orðið góðu stjórnandi og stofnaði mitt eigið kvikmyndaframleiðslu fyrirtæki sem heitir Freyja Filmwork ásamt 3 öðrum stórkostlegum konum sem eru líka að starfa innan kvikmyndagerðans og við höfum bara verið að reka þetta fyrirtæki og það fyrirtæki hefur svona svolítið haldið utan mín verkefni núna, já, bara þú veist síðan að ég byrjaði og þannig að þessi kombinasjón af 3 mjög ólíkum námum, leiklist, skrif og stjórnendanám hafa nýst mér svakalega vel sem leikstjóri, svona kvikmyndaleikstjóri vegna þess að það að vera leikstjóri náttúrulega að vera stjórnandi. Þú berð ábyrgð á fólki, þú berð ábyrgð á heildarferlinu öllu, þú þarft að passa að miðla því sem að við viljum gera í sameiningu eins og allir stjórnendur þurfa að gera. Allir stjórnendur þurfa að passa það að fólki sem að það stýrir, það séu allir með sömu sýn og við séum öll að fara sama markmiði og að þetta samtal þar sem að allir skilja hvern annan geti átt sér stað og þannig að já, ég einhvern veginn
og það er svo merkilegt að sko, þetta gerðist einhvern veginn alltaf tilviljun að þetta var einhvern veginn ekki úthugsað en svona þegar þetta kastana kom þá áttaði ég mig á því ég er bara með ágætis grunn hérna í menntun sem leikstjóri þó ég hafi ekki farið í svona hefðbundið kvikmynda leikstjóra nám eins og flestir gera og hérna það er svo lífið hafið svolítið svona verið að stýra þér já, svolítið það er svolítið fyndið, maður hugsa tilbaka já, það make a sense, kannski ég er hún leikstjóri í það já, það gerir það og ég kom einhvern veginn sjálfur mér bara óvart að þetta einhvern veginn æxlaðist svona og ég aðlaðist eitthvað svona einhverja já svona vissu það að ég gæti gert þetta vegna þess að eins og þú segir, ég meina það er ekki kvikmynd, það er flókið mál og það eru ákveðnir þættir sem þú þarft að hafa mjög skýra og þarft að vera vissum að þú vitir hvernig þú viljir gera þá og þá hjálpaði þessi grunnur mér alveg afskaplega mikið. En þú varst að leiki Skjálfta, þú skrifar hana, þú varst að leikstýrinni, ekki líka framleiðandi? Í framleiðina ásamt Hlín Jóhannesdóttur. Þetta er svolítið mikið? Þetta er mikið, sko. Var þetta ekkert of mikið? Nei, jú, kannski. Var ekki svona pressa? Fannst þér ekki svona eitthvað, hugsaður aldrei með þér í ferlinu? Ég hef kannski átt að sleppa í leikin eða ég ætti að skilja. Nei, reyndar ekki. Ég verða viðurkenna. Ég ákvað að gera þetta svona og kannski það líka vegna þess að þetta er mín fyrsta kvikmynd og ég er svoleiðis brann fyrir þessari sögu og brann fyrir því að þetta myndi allt einhvern veginn takast. Þannig að mér langaði að taka þátt í framleiðsluferlinu ásamt Hlín, hún hefur miklu meiri reynslu en ég heldur en framleiðandi, búin að vera starfandi sem slíkur í mörg ár og er alveg frábær og hérna, en við unnum bara einhvern veginn frá upphafi þannig saman að við vildum bara gera þetta svolítið mikið saman og hérna, og ég gat nýtt mína styrkleika á móti hennar styrkleikum og við svona sem kombó áttum einstaklega gott og farsælt samstarf og svo er þetta bara einhvern veginn svolítið þannig í þessum geira að þú þarft svolítið að berjast fyrir þínu, þú þarft svolítið að vera allt í öllu, sérstaklega þegar maður er að gera sína fyrstu mynd vegna þess að á þessum tíma þegar maður er að byrja þá veit enginn hvað þú getur, þú veist, þú þarft að sanna þig, það veit enginn, þú veist, það veit enginn þegar ég hvort ég geti þetta, þú veist, enginn nema ég hef allan að þá trú að minnst og kosti að ég svona hafi eitthvað að segja og geti staðið undir þessu og hérna, og til þess að það einhvern veginn nái alltaf smetla þá þarf maður einhvern veginn að vera svolítið bara ákveðinni því að hérna að hafa þessa trú á því að þú eigir þetta erindi og ég raun og veru sko þess að það er svo oft hannig að ef maður er eitthvað að stoppa og ef maður er eitthvað að efast og þorir ekki að stíga skrefi þá er það yfirleitt bara maður sjálfur sem er að stoppa sig af. Algjörlega. Þú veist, það er eiginlega svona stærsti hjallurinn sem maður þarf að fara yfir, það er maður sjálfur. Það er svo gott þegar maður næri að fara yfir og maður kemur sjálfur sér óvart og maður yfirst í eitthvað. Já, og ég líka sko að því ég var með bók sem að var metsölubók, velunabók, mjög mikil smetinn og svona var með efni við í höndunum sem að hérna hafði nú þegar sannað sig, þá fann ég til ákveðnar ábyrgða líka bara gagnvart Auði og hennar útgefundum að ég myndi nú gera þessu góð skil og gera þessa mynd af virðingu og svona af heilindum þannig að þetta var mikil ábyrgð og mikil gjöf að fá að vera sýnt þetta traust að fá réttin af þessari bók, þannig ég vildi líka vanda mig ofsalega vel. En þetta er svolítið barnið hennar? Já, þetta er barnið hennar, ég minna þá án Auðar og bókarinnar Stóra skjálfta væri engin skjálfti, engin kvikmynd. Þannig að svo fallegt sko, Auður sagði einhvern tímann í öðru viðtali sem við fórum í að hún sagði, sko, það er eins og við Tinna eigum núna 2 börn, ég á bókina Stóra skjálfta og hún á myndina Skjálfta og þessi 2 verk eru svolítið svona eins og systkini og við eigum núna saman 2 börn sem eru einhvern veginn samofin verandi systkini byggð á sama grunni en samt sjálfstæð og einhvern veginn, og mér varst þess að falleg myndlíking hjá henni einhvern veginn. Falleg hugsun? Já, ofsalega falleg hugsun að því að hún bar líka ofsalega mikla virðingu fyrir því að ég vildi segja þessa sögu með mínu nefi og ég vildi nálgast hann á minnhátt og að því ég þurfti að breyta mjög miklu, ég þurfti að taka í raun og veru kjarnan úr bókinni og setja það í handritið og sleppa mörgu sem að bara átti ekki heima í kvikmyndaforminu og þar á móti að bæta öðru við sem að myndi þá kannski
styrkja þá leið sem að ég vildi fara og Auður sýndi mér svo mikið traust og mikla virðingu og hún leiði mér bara að fara þá leið og ég bauði henni ofta að lesa handritið og svona sjá hvort að hún myndi til þess að hún fengi ekki sjokk þegar hún sæði myndina og bara hvað sögust þú að segja, þetta ekkert saga mín og en hún vildi ekki lesa handritið, hún leiði mér bara að fara mína leið og þannig að hún bara treysti þér? Já, hún bara treysti mér og ég svo ótrúlega, og mér finnst að gera hana að einstökum rithöfundi vegna þess að oft, þetta ekki sjálfgefið, oft vilja höfundar vera með í ferlinu alveg frá upphafi og hafa svona sitt að segja þetta allt saman sem alveg skiljanlegt. Eru stressaðir? Já, þetta viðkvæmt, þetta flókið og það alls konar hlutir sem að þarf að einhvern veginn tekla og bera virðingu fyrir og ræða en mér finnst, og ég verð að segja það að mér finnst Auður ákveðin fyrirmynda þessu leiti vegna þess að það svo mikið frelsi fyrir þann sem að ættleiða eitthvað verk yfir í annað form að geta svolítið svona gert það á þann hátt að maður þarf ekki alltaf að vera í þessum málamiðlunum, maður þarf ekki alltaf að einhvern veginn svona reyna að halda höfundunum góðum að því að skilur, þú veist þú þarft að vera trúr grunnefninu, þú þarft að vera lojal eins og ég sagt á ensku, veist það svo gott orð yfir þetta, en þú þarft líka að fá þitt frelsi til þess að geta í raun og veru tekið að besta úr frumverkinu, styrta og sett það inn í þetta form, að því að þetta kvikmyndaform svo knappt, þú veist, þú getur farið bara út allt og látið hugan reika í skáldsögu en í kvikmyndaformi þarf sagan að vera svo skýr, þarf að vera svo saman þjöppuð og einhvern veginn svona... Hvað svo erfitt var það þá? Aðlaga bókið með þessa skáldsögu, gera handritið, þarf væntanlega að klippa með þessu úttalar og sleppa ykkur og mögulegast að sleppa ykkur sem frábært. Alveg. Hvað svo erfitt það? Að því það sem þú sleppir úr bókinni ekki af því það eitthvað slæmt, skilur. Það ekki eitthvað, þú veist, bókinni frábær, minnst hún æðislega eins og hún en það að sleppa bara eitthvað, það henta bara ekki alveg í þessu formi, þú veist, í kvikmyndaforminu virkar þetta eitthvað pínu skrítið og ég verð að segja að stundum finnst mér ég sjá á kvikmyndum að þessi var augljóslega byggð á bók af því að það einhvern veginn hvílt í einhverjum hlutum sem að eru svo miklu meira svona bókmentalegs eðlis heldur en kvikmyndalegir og mér finnst ég stundum sjá það. Ertu að tala um í senum? Ertu að tala um samtölum? Bæði samtölum, stundum eru samtöl ofsalega svona skáldleg og það eitthvað sem að mér finnst aldrei af henni góða. Ekki í kvikmyndaforminu. Þess að virkar kannski í skáldsögu, virkar ekki í kvikmynd. Já, virkar ekki í kvikmynd, vegna þess að í kvikmyndaforminu þú ert alltaf að horfa á raunverulegt fólk og þú vilt geta spegla þig, þú vilt geta tengt og þá verða persónurnar að tala eðlilegt tungumál, það verða að tala talmál eins og ég og þú núna. Þær geta ekki verið skáldlegar en það geta verið það í bókinni, í bókum geta það verið skáldlegar. Þú túlkar þetta sjálf? Já, og líka sem lesandi? Og líka þú ert ofta að lesa hugsanir fólks og hugsanir geta verið svo skáldlegar. Það alls konar myndlíkingar og alls konar hlutir sem að eiga heima í bókmyndaforminu sem að eru bara eitthvað mjög skrýtnar í formi kvikmyndar en Af hverju fannst þér bókin virka sem kvikmynd? Hvað var það sem bara, ég vil gera kvikmynd? Vegna þess að... Af hverju ekki nógu þetta bara bók? Hvað var það sem kveikti svona svaka líðir? Gera bíómynd? Já, það sem að kveikti svo svakalega í mér var að ég sá í þessari bók að þarna ákveðið svona... Hún að fletta ofan af ákveðnum hlutum smátt og smátt. Hún byggð upp eins og raun og veru rannsóknarlögreglusaga. Það þarna eitthvað í fortíð þessara aðalpersonu sem að gerðist, sem við vitum ekki hvað en við viljum vita vegna þess að við erum að finna fyrir því alveg frá upphafi í bókinni að þessi atburður sem löngu liðin, hann að hafa áhrif á hana í dag, mörgum árum seinna og að í raun og veru stýra hennar lífi þrátt fyrir að þetta sé eitthvað sem löngu liðið og það eitthvað sem að Auður vinnur svo fallega úr í bókinni að smátt og smátt komist við að því hvaða atburður þetta hvernig hann átti sér stað og hvernig hann hafði áhrif á alla fjölskylduna
en á meðan að við vitum ekki hver hann þá verðum við spennt, við verðum forvitin, við viljum fá að vita meira og ég hugsaði þetta bara fullkomið fyrir kvikmynd vegna þess að, ég meina, við elskum að sjá svona leynilögreglusögur þar sem við erum smátt og smátt að komast að hver morðinginn eða hvað gerðist og hvernig og eitthvað, þetta eru svona ráðgátur en þannig ég hugsaði, þarna get ég tekið mjög sterka, dramatíska, fallega en leið harmræna sögu og sett hana í kvikmyndaformi því að byggja hana upp eins og rannsóknarsögu. En í þessu tilfelli ég ólíkt rannsóknarlögreglusögum, ég að rannsaka sjálfið, ég að rannsaka hvernig þessi atburður hefur haft áhrif á aðalpersónuna í myndinni og með því að rannsaka það smátt og setja áhorfandan í sömu spor og aðalpersonan hann sem sagt veit ekki meir en hún, þá get ég mögulega látið áhorfandan verða spenntan. Og til dæmis eins og við erum búin að vera að keyra núna stiklu úr myndinni, trailerinn og góður íslensku. Góður íslensku. Já. Þar erum við að kynna vel þetta spennu element. Við erum að kynna það að það eitthvað annað sem gerðist og flestir sem hafa komið og tala við mig og sagt, ég spennt að sjá myndina þína, ég langt svo að vita hvað gerðist, af hverju hvað kom fyrir þessu konu, skilur við. Það trekkir af. Og þá hugsaði ég, heyrðu frábært, þá erum við að ná markmiðinu, vegna þess að ég vil að fólk komi í bíó og vilji fá að vita hvað gerðist hjá þessari fjölskyldu. Af hverju þetta fólk svona? Þess vegna vil ég alls ekki segja frá því núna. Nei. Ég vil ekki segja hvað Nei, þú mátt ekki segja það vegna þess að fólk verður að fá að komast það í smátt og einmitt margir halda framan af þegar þeir horfa myndina að það sé svona atburður, það þessi atburður, en nei, það eitthvað annað og meiri sé að sagði þú mér áðan að þú hefðir haldið að eitthvað annað gerðist en raunverulega gerðist og það gaman, það gaman að geta komið fólki óvart. Það gladdi mig. Já. Að því maður stundum búin að sjá svo marga bíómyndir, stundum verður maður bara, ok, ég veit hvert þetta að fara. Já. En þarna bara, ok. Þarna í raun og veru ég að svara spurningunni. Já. Af hverju fannst mér þessi saga eiga svona vel í kvikmyndaformi? Algjörlega, þú ert alveg að selja með það, af hverju þú ert að gera bíómyndur þessu. Ég sá bara fyrsta trailerin eða teaser, ég man ekki hvort það var. Og hann náði mér alveg strax, ég bara, ok, hann lúkaði þetta myndin. Ég bara, hvað í gangi í þessu mynd? Ég þekkti ekkert skáldsöguna. Nei. Þannig ég að koma inn alveg clean, skilurðu. Ég nefnilega, talandi um það, þú ekki að lesa bókina, það eru, margir eru bara, fólk segir allavega hana, það bæði hefur fólk sagt við mig, heyrðu, ég las þessa bók og þetta eina bara uppáhaldsbókunum mín og mér var svona æðisleg og ég rosalega ánægð með myndina líka og hún frábær og eitthvað og svo hinir sem segja, heyrðu, ég hef ekki lesað bókina og mér langar eiginlega ekki að lesa bókina, mér langar bara að sjá myndina og bara koma að henni alveg svona kalt. Þú veist, það bara alls konar. Þetta ekki svona, já, lestu bókina til þess að geta séð myndina. Þú getur bara gert bæði, þú veist, og jafnvel gaman að bara, þú veist, lesa bókina og sjá myndina og bara hvernig sem það Þetta þú veist, en ég óska samt eftir því að fólk sé ekki endilega að bera saman þessi verk vegna þess að mér finnst það, yfirleitt, mér finnst alltaf vola erfitt þegar fólk segir hvað fannst þér betri, bókin eða myndin. Þetta eins og hvort barni elskar meira, þú veist, þennan eða hinn. Ólík form. Þetta ólíkt, þetta bara ólík form og myndin bara það sem hún og fyrir það sem hún stendur og bókin fyrir það sem hún og stendur og ég raun og veru, vegna þessum leiðúrt farin að einhvern veginn hvort fannst þér betra, þetta bara svo bera saman epli og appelsínur, þetta þú veist, þetta ólík form og einhverjir hafa líka sagt að hún snerti mig, og svo skemmtilegt við myndin, hún snerti mig á aðeins öðruvísi að hafa heldur bókin snerti mig svona, myndin snerti mig svona og það bara gott vegna þess að og kannski líka óumflýjanlegt vegna þess að því ég náttúrulega tek bara kjarnan úr bókinni og legg áherslu á ákveðna þætti sem að kannski orka aðeins öðruvísi á fólk heldur en það sem bókin skilur eftir sig vegna þess að bókin svo stór og það er svo margt í henni sem einhvern veginn, hún svo rosalega marglaga sem svo frábært og þú ferð víðar einhvern veginn, hún hreyfir við þér á svo óbúslega margan hátt bókin eins og bækur gera á góðar
skáldsögur gera. En í kvikmyndaformi þá bara ekkert pláss fyrir neitt nema bara einhvern veginn kjarnan. Þannig að það eðlilegt að hún orki örlítið öðruvísi á fólk heldur en myndin heldur en bókin, myndin. Þið verður afsakað því svona hlusta, það eitthvað framkvæmdir í húsinu. Já, þetta svolítið byrjandi. Já. En það líka, það sem svo gaman líka við bíómyndir, að þú líka, þar getur líka notað tónlist, hljóð, kvikmyndatöku, það svo margt annað sem getur hreyft manni, þetta eins og skáldsögu, þú ætla að byrja þetta til sjálf. Mér var svo flott að sjá snjó, svona lúkið, hún í þessar rauðu kápu. Mér finnst það bara... Ég var svo hrifin af þessari mynd. Það frábært og kveiklega. Ég sagði við kærastum mína þegar ég kom heim. Ég sagði bara, ég sá Skjálftaðan, þetta geggjum mynd. Og ég verði bara að fara með, ég ekki búin að segja henni bara frá ástæðinu fyrir því að ég táraðist. Nei. Og ég sagði henni, ég táraðist, ég vil ekki segja af hverju. Já. Þú verði bara að sjá þessa mynd. Ég svona 99% viss að hún fara að gráta. Æ, já. Alveg bara, ég er 100%. Já. Það bara að segja það núna í þættinum, ég mjög viss það að hún fara að gráta. Æ, gott. Þetta bara svo falleg mannleg saga og það er svo gaman í dag, þó ég sé hasargaur, að fá inn á milli þessu overage-mynda, fá eina svona sögu. Já. Ég held líka tímasetningin sé rosalega góð. Ég held að hún sé að vinna með okkur vegna þess að eftir COVID, þá bara, ég veit það ekki, það bara, og í COVID-inu, þá bara voru við einhvern veginn bara sem manneskjur settar í einhverja svona aðstæður sem að við einhvern veginn bara vorum svolítið svona, við svona svolítið neittumst til að fara í smá sjálfskoðun einhvern veginn. Bara, góða punktur. Já. Mjög góða punktur. Þú veist, nú þarf þú bara að vera heima með fjölskyldunniðinni og bara ekki hitta neina aðra og vertu bara þarna inn í þessu herbergi og eittu bara viku í einangrun með barninuðinu eða einhverjum öðrum í fjölskyldunni. Þú veist, þetta, við vorum bara einhvern veginn svolítið bara svona... Þetta hræddi marga samt. Ég veit það, en það gott. Það bara pínu gott að þurfa að staldra svolítið við og svona aðeins slaka á hraðanum, þú veist. Við þurfum ekki alltaf að vera að sigra heiminn eða ná því að ná þessum ytri markmiðum sem að við náttúrulega viljum reyna að ná sem manneskjör að í okkar ferli, okkar varandi, þú veist, atvinnutækifæri og annað heldur svona þurftum aðeins að horfa í kjarnan, þurftum aðeins að fara bara og stíga inn í kjarnan í þessu ástandi. Þannig að sko þegar að skjálfti kemur út og við erum að vinna þessa mynd og ég með henni eftirvinnslu í miðju COVID-i, þá einhvern veginn kemur það alltaf svo sterkt til mín hvað þessi tímasetning óbáslega góð vegna þess að þetta nákvæmlega það sem að gerast í myndinni. Það þessi sjálfskoðun. Saga fær flóavekiskast og hún myndin samt ekkert flóaveiki, hún bara bara í svona aðstæði, myndi bara saga mannesku sem bara lendir á vegg. Hún bara allt í einu verður álag og atburður og fortíðinni eitthvað sem að kemur algjörlega aftan að henni og bara bugar hana. Þetta svolítið svona eins og bara þegar fólk í dag bara brennur út. Ég tengi það. Út af álagi, út af pressu, út af einhverju sem að andlegu sem að í sálinni en þú ert ekki að kljást við, þú ert ekki að horfast í augu við og það affektar þig og þú stýrir þínu lífi. Þannig að sko og henni sagt sko að foreldrunum bara þú mátt ekki fara út, þú getur ekki verið ein með barninuðinu, þú gætir fengið annað flóavekiskast og þú verður bara að vera heima og jafna þig og þannig hún var einhvern veginn svolítið svona bara föst líka inn í sinni íbúð í öðru samhengi en COVID en samt einhvern veginn svona það eiginlega bara svona völdin tekin af henni og hún þarf allt í einu bara að einhvern veginn verða einhvern veginn betri og jafna sig og kljást við þær aðstæður þar sem henni bara bannað einhverju hlutir, alveg svo við lendum í COVID. Bara þú mátt ekki þetta, nei, þú mátt ekki knúsa þennan og bara þú mátt bara ekki hitta ömmuðina og allt þetta og þá einhvern veginn, þá bara allt í einu eins og bara, það eitthvað annað afl sem allt í einu bara tekur yfir í lífið þitt og stýrir því. Hvernig ætlar að vinna úr því? Hvernig ætlar að gera það? Þá bara fer af stað þessi óumflýjanlega sjálfskoðun sem að einhvern veginn bara það að sitja og fá tíma og næði til að hugsa fer af stað, af því við erum hugsandi verur, við erum manneskjur og það stundum einmitt í þessari hvíld sem að við bara allt í einu fáum þetta tækifæri til þess að hlusta á einn hugsanir, bara hlusta á en sem eru mjög hræddir það. Já, en það ekki einmitt þá
það er hvað mikilvægast, því við hvað ertu reddur? Algjörlega. Skilur. En það er svo margir sem hræddir við sig. Já. Þið þorir ekki að, tala sjálfskoðun, þorir ekki að fara innan við og skoða. Þetta er mjög góð punktur, þegar COVID, þú neyddist þess að gera og þú getur ekki flúið sjálfa, þú einn í íbúniðin eða eitthvað. Nei. Og þarna líka, þú veist, ég held nefnilega, talandi tímasetningu, að fólk einmitt eftir allt þetta sé miklu opnari og tilbúnari fyrir svona sögur eins og Skjálfti í dag heldur en kannski áður. Rosa góða punktur. Já. Ég hef ekki hugsað þannig. Nei, en það er nefnilega, og þess vegna, aftur, ég trúi ekki tilviljanir. Ég trúi því svolítið að þetta hafi svolítið svona unnið einhvern veginn allt saman og bara við áttum að segja þess að sögu núna og með við líka bara eins og ég var að segja að sko, hvað var þar erlendar viðtökur á þessum erlendu kvikmyndahátíðum og öll þessi gagnrýni sem við höfum verið að fá, sem svo jákvæð, það svo gaman líka þegar maður les dómana að það allir gagnrýnendur að skrifa einhvern veginn dómana út frá svona persónulegri upplifun, á svona persónulegum nótum. Þú veist, það er eiginlega minnst talað sko leikurinn, kvikmyndatakan, hljóðið, þú veist, alla þessa hluti. Það er rosalega mikið skrifað bara sagan þetta þegar að manneskja missi tökin, þegar að manneskja að reyna að fóta sig, þegar hún allt í einu fer í sjálfskoðun. Það er mikið talað sko að hvað sagan sé sterk og hvað sé mikilvægt einhvern veginn að segja svona sögu núna, þannig að sko að sko, og það ég tók að mitt eftir og þetta bara svona við vorum að lesa þessa dóma, það er rosalega mikið og það virðist einhvern veginn og ég hugsa sko, það örugglega mikið út af saminginu, út af COVID-inu, út af fólk einhvern veginn svo opið núna fyrir þessu og bara gagnrýnendur sem vanir að skrifa einhverju dóma fara að minna út í tæknilegu hliðarnar, meira svona einhvern veginn bara út í efniviðin og bara, þú veist, hvað þetta í raun og veru eitthvað sem að allir, alveg sama hvaðan þeir koma, hvar þeir búa í heiminum, geta tengt við. Þannig að þess að öll komum við af fjölskyldum. Þú þarf bara að vera manneskja. Já, þú þarf bara að vera manneskja og og það er svo merkilegt og svo gaman að þú skulle nefna þetta með, þú veist, að því sumir eru hræddir við sjálfa sig. Það einmitt þá sem við þurfum að fara í þessu skoðun. Sammála, 100%. Og bara svara því af hverju. Það var allir gott að þessu. Það var allir gott að þessu og líka sko vegna þess að við breytum ekki, oft fólk hrætt við að fara í sjálft sig vegna þess að margir hverjir búa líka að erfiðri reynslu sem að kannski fólk hefur verið sett í ákveðnar aðstæður sem að það kunni ekki að höndla, hafði ekki tækin og tólin til þess að vinna úr eða gat bara ekki brugðist við á þeim tíma. Jafnvel börn sem að bara búa einhverju reynslu sem að fólk eru fullorðið í dag og veit ekkert hvernig að vinna úr. Sko, við erum í grunninn ekki reynslan okkar. Í grunninn erum við ekki. Þú veist, ég get líka bara, þú veist, sagt eins og mig sjálfa mig, sko, ég átti alls konar hluti sem ég þurfti að kljást við úr mínu uppeldi sem að reyndust mér mjög erfiðir og það eina ástæðan fyrir því að ég vildi líka segja þessa sögu. Ég einhvern veginn sko lærði það og það líka sú saga sem að mér langar að segja með Skjálfta. Þó að þú hafir þá reynslu að bera að þú búir að einhverju erfiðu, einhverju áfalli, einhverju tráma sem þú gengið í gegnum, þá það eitthvað sem að þú átt ekki að skilgreina þig út frá, vegna þess að þú ert ekki reynslaðin. Reynslaðin hefur mótað þig sem mannesku í því sko hvernig þú aktar, hvernig þú kemur fram við fólk, hvernig þú kemur fram við börnin, makaðinn og þitt nánasta umhverfi, fólk sem þú vinnur með, vinniðina, en þú þarft einhvern veginn að finna leið og þetta rosalega erfitt, þess vegna fólk hrætt við þetta og ég var það sjálf á sínum tíma. Þú þarft einhvern veginn að ná að komast á þann stað þar sem að þú getur aðgreint sjálfa þig hver þú ert frá þessari reynslu, vegna þess að sko það sem mótar þig stundum og áfallið stundum að láta þig
haga þér á einhvern hátt sem að þú gerir af því það afleiðing af því afleiðing einhverju öðru sem að þú hafðir ekki stjórn á. Ef þú nærð einhvern veginn að fara inn í kjarnan og finna út úr því bara hver ég? Hvað vil ég vera? Hvers konar manneskja langar mig til að vera? Ég þessi, hvernig hún? Ef að hún kannski ekki endilega að gera réttu hlutina, get ég breytt því? Þú breytir aldrei því sem þú hefur gengið í gegnum. Þú getur það ekki. Þú breytir ekki fortíðinni. En þú getur breytt sjálfum þér og þú getur reynt að finna leiðir til þess að láta þessa reynslu ekki stjórna þér sem fullorðinni mannesku. Þú getur reynt að finna leið til þess að aðgreina og þar komum við líka inn á skömm. En þess að oft upplifir fólk svo mikla skömm af því að það upplifir sig ábyrgt fyrir því að hafa ekki kunnað að höndla einhverja reynslu á réttan hátt. Einmitt. Við getum ekki gert það alltaf, við getum ekki, stundum ertu settur einhverja aðstæður og þú vinnur ekki rétt úr því og þú bregst ekki rétt við því og það bara venast út manneskja og þess vegna finnst mér manneskju svo áhugaverður efniviður og mannlegt eðli svo áhugaverður efniviður vegna þess að við eigum alltaf að vera að læra og við eigum alltaf að vera finna leiðir til þess að verða betra fólk og betra manneskjum þess að í raun og veru viljum við öll. Ég trúi því. Ég vil trúa því líka. Já, ég vil trúa því. Og en sko á meðan að það þessi stífla, þar sem þú nærð ekki einhvern veginn að taka skömmina sem að í raun og veru bara þitt hugarfóstur vegna þess að ef að þú ferðin í aðstæður sem þú ræður ekki við, þá ekki skömmin þín. Nefnilega ekki. Það utanakomandi aðili eða aðstæður sem að bera ábyrgð á því, ekki þú. En að þú náir einhvern veginn að finna leiðir til að aðgreina sjálfum að þig frá þessari reynslu og sjá að þetta ekki ég sem ég ekki að haga mér svona, þetta ég að kunna ekki að díla við það sem ég orði fyrir og þess vegna haga ég mér svona. Aftur á móti alveg til fólk sem að, bara kannski, ok, það ekkit, hvað maður segja, ég vil trúa því allir séu góður innst inni við beinið, en sumir svona, ég veit ekki, bara eitthvað veginn vilja það ekki, en þess að þeir eru líka svo reiðir, reiðin líka svo lamandi afl, reiðin getur verið akkur á ég að vera eitthvað góður, þá komið svona fram við mig. Reiðin getur verið svona eitthvað sem að setur svo fast í manni. Þetta lamað fólk. Bara lamað fólk og fyndist það einhvern veginn hafa rétt á því að halda áfram að miðla þessari reiði sem að þú fylltist af á sín tíma. En sko, ég allavega, eins og ég segi, ég get ekki tala fyrir aðra, en mín persónulega reynsla var svo að og ég las þessa skilgreiningu svo rosalega vel út úr bókinni Tilfinningabyltingin eftir hana Auði Jónsdóttur sem að skrifaði Stóraskjálfta. Þar fer hún inn í þessa hluti. Hún svolítið að gera upp skilnað í þeirri bók og þar fer hún svo ofboðslega fallega inn í þetta að sko fólk í hjónabandi getur stundum eyðalagt hjónabönd, falleg sambönd sem verða bara eitthvað ljót, menn þess að báðir aðilar að kljást við ákveðna þætti úr eigin fortíð eða eitthvað hegðunamunstur sem að situr eftir og það einhvern veginn fyrir að svona höggva í hvort annað og makin verður fyrir því sem að hefur ekkert með þessar reynslu að gera, en það einhvern veginn og þá einhvern veginn geta hjónabönd bara farið til andskotans vegna þess að báðir aðilar einhvern veginn eru svo fastir í einhverju gömlu sem að það kann ekki að vinna úr en af því að það elskar í fyrsta skipti og þú ert svo viðkvæmur og þú ert einhvern veginn svo berskjaldaður í ástinni að allt þetta einhvern veginn sem að þú ert að díla við tilfinningar og svona, það einhvern veginn makin verður fyrir því vegna þess að hann stendur þig næst. En málið að sko, og mér var svo magnað að lesa þessa bók Tilfinningabyltinguna vegna þess að ég fann bara sjálf, herðu, ok, ég hef ekki alltaf gert rétt, ég hef ekki alltaf komið vel fram og sérstaklega þegar ég var yngri, ég var úlingur, ég átti skap og ég átti bara, ég kom alveg,
þú veist, fram með fólk á einhvern hátt sem ég myndi bara í dag bara, hvað með góður, ég var bara snara vitlaus úlingur, þú veist, en ég veit alveg hvað tinna það var, ég veit alveg af hverju, ég veit að þarna var ég að kljást við einhverja reiði og vanmátt, ég fann svo mikið vanmátt gagvart hlutum sem að ég vissi ekkert hvernig ég átt að höndla en sko, þegar ég las til dæmis, og ég fór sjálfsko, alveg rosalega mikla sjálfskoðun, ég fór til sálfræðings og ég fór í sálgreiningu og vann alveg með mína hluti og áttaði mig smátt og smátt á þessu, en þegar ég var svolítið svona komið þangað, þá las ég tilfinningabyltinguna og þá bara les ég þetta, og mér fannst ég bara að vera að lesa aftur, bóku mig, bara einhvern veginn. Auður bara skrifa mig, en þú veist, við báðar einhvern veginn þekkjum erfiðar reynslur og þess vegna tengjumst við líka mjög vel og höfum báðar viljað svona svolítið svona einhvern veginn vinna úr þeim reynslum og þá einhvern veginn var svo magnað að þegar ég var komin á svona ágætan stað í mínu eigin lífi að lesa tilfinningabyltinguna og þá fann ég einhvern veginn, já, þetta er manneskja að skrifa bók og hún er að segja, bara basically, bara berum orðum, fyrirgefðu sjálfu þér. Þú veist, þessi sem var svona þarna á þessum tíma, reið og áttavilt og eitthvað, það er ekkert endilega þú í grunninn, þú veist, það er afleiðingar af einhverju sem að þú þarft að horfast í augu við til þess að geta breytti, skilurðu, og ég man að ég hugsaði, heyrðu, ég kannski þarf ekkert endilega að ásaka sjálfa mig, ég þarf ekkert endilega að bera þessa skömm vegna þess að, þú veist, ég sagði þetta við þennan og ég er rosalega einhvern veginn reið út í sjálfa mig fyrir að hafa sagt þetta viðkomandi og ég baðist afsökunar og allt það, en ég gerði það samt. En ég verð líka fyrirgefa sjálfur mér og geta einhvern veginn farið á þann stað að, þú veist, jú, maður biður fólk afsökunar og ég sagði, þú verður að snúa að fá þetta, þú veist, en þú gerðir þetta samt og maður ber þetta, skilurðu, maður þarf að fyrirgefa sjálfum sér og maður þarf að einhvern veginn ná að aðgreina þarna á milli, nú er ég búin að tala ógeðslega mikið um þetta, en þú veist, ég er mikilvægt að hlusta á það. Já, mér liggur þetta svolítið á hjarta vegna þess að skjálfti er þetta. Já, nú skil ég líka af hverju þú hlusta á það að tala við þig. Ok, ég skil af hverju þessi saga greip þér svona. Já, sagan af sögu, aðalpersónunni í skjálta, er þetta. Og hún þarf að fyrirgefa sjálfur sér ákveðna framkomu við sinn maka, sitt barn, sem að hún bar ekki ábyrgð á, en tætt hana að innan, skilur við. Og hún þarf að horfast í augu við það að hún bar ekki heldur ábyrgð á því. Ekki, sko, hún ber ábyrgð á sínum gjörðum, við berum alltaf ábyrgð okkar eigin gjörðum, en hún bar ekki ábyrgð á, þú veist, því sem að var til þess að hún hagaði sér þannig. Og þetta er bara svona, þetta er svona ákveðið svona ferli sem að ég held að sé svo mikilvægt að fara í gegnum að ná þessari, og ég kalla þetta aðgreiningu, ég kalla þetta fyrirgefningu á eigin sjálfi, vegna þess að það er bara þá fyrst sem að þú getur í raun og veru hvílt í því, samviskulaust, nú ætla ég að vera betri manneskja, ég ætla að vera miklu betri við mín börn, heldur en ég kannski upplifði í minna æsku, ég ætla að taka ljósið sem að ég vil hvíla í og senda það út til maka míns, til vinana minna, til fjölskyldu minnar, barnana minna, vegna þess að það er ég í grunninn. Ég er ekki, skilurðu, mínir erfileikar úr æsku. Ég er, þú veist, Tinna og ég get ákveðið sjálf hvað ég stend fyrir. En ég þarf að fara í gegnum þetta ferli og ég þarf að, og eins og þú segir, þú veist, þetta, margir óttast þetta þegar hrættir við þetta og þetta er ógeðslega erfitt, en Guð minn góður, hvað það er gott að komast þangað, skilurðu. Þetta er, vegna þess að ég held að, við segjum að, sko, reiði sé lamandi, skömmin er bara, held ég, sko, ég held að það sé það versta, sko. Vegna þess að grunnurinn er svo oft þessi skömm, einhvern veginn að þurfa einhvern veginn að bera þá byrði að þú ert vanmáttur gagvart svo mörgu, skilurðu. En það... Sorry, svo mikilvægt líka, þú talar um þú átt börn. Áttu ekki 2 stráka? Jú. Já. Þú talar kannski um eitthvað í æsku hjá þér, eitthvað þú þarf að díla við, eitthvað tækla, gera eitthvað upp. En svo er svo mikilvægt líka að rjúfa keðjuna. Það er nefnilega málið. Þú þarft að rjúfa keðjuna og þú gerir það bara svona, sko. Já. Þú gerir það svona vegna þess að sko... Þannig þínir strákar. Já. Skilur, þú eru ekki að díla við akkurat svona þegar þeir eru eldri. Nei, vegna þess að ef ég læt mín áföll
ætlaðast yfir til barnanna minna og sýni þeim einhverja framkomu sem að er afsprengja af því sem ég hef upplifað, þá er ég bara að láta keðjuverkunin að halda áfram. En því miður margir sem gera. Ég veit það, allt og margir. Það er sorglegt. Það er rosalega sorglegt og það er svo grátlegt þegar fólk sem hefur átt erfiða reynslu ætliðir þá reynslu yfir í börnin sín og sumir sem koma eins fram við sín börn og komið fram við það fólk þegar það var yngri. Það er svo sorglegt og en þetta er bara hluti af því að vera manneskja og mér finnst við vera á réttri leið bara sem samfélag vegna þess að með því að stíga fram og eins og er að gerast svo mikið núna, fólk er að stiga fram og segja frá reynslu sinni, það er einmitt að losa sig fyrst og fremst við þessa skömm og átta sig á því að ég ber ekki skömmina þó ég hafi lent í einhverju. Já. Skömmin er annara. Líka bara mikilvæg þess að tala hluti. Já. Og nú líka til að mikið tala kallmenn, að þeirra tala meir tilfinningarnir sínar, það kannski var ekki fyrir 25-30 árum eða lengri aftur í tíman. Já. Það er svo mikilvægt að tala, eins og segir, þetta ágjör eitthvað, þú átt ekki að skammast þig fyrir þetta. Nei, þú átt ekki að skammast þig fyrir að vera ekki hæfur einstaklingur til þess að bera hvað sem er á herðir. Þú getur það ekki og það er það sem að gerir okkur að manneskjum. Við erum bresk, við erum alls konar, við erum viðkvæm, við getum verið sterk, en við getum líka verið, við getum gert fullt af mistökum og það er bara hluti af því að vera manneskja, en það góða við það er að ef þú gerir mistök, þú getur alltaf gert betur. Það er nýr dagur eftir þennan dag. Og reynda að læra þið. Já, og ég man alltaf eins og fyndið, þú talar setningar sem að snerta, þú talar setningar í skjálta sem að bara fór inn í kvikuna á þér. Ég ætla að segja hana eftir þátti. Já. Ég vil ekki segja eitthvað nú. Nei, ég á nokkra svona setningar og það er ein setning sem að fór inn í kvikuna mína og bara var mitt svona leiðarljós og er. Sem er í bókinni? Nei, sem er í lagi eftir Sigurús. Ok. Já, ég á svona setningar alveg bara allstaðar að, sem eru bara setningarna mínar og eru bara mínar bara setja í þig möndrur. Já, bara mína möndrur eða minn leiðarvísir í lífinu. Og svo setning er þessi: það besta sem Guð hefur skapað er nýr dagur. Það er ekki sett. Bara þetta lag, ég man ekki hvað lag, þetta er á plötuna Ágætisbyrjun. Það besta sem Guð hefur skapað er nýr dagur. Og ég hugsaði bara, þetta er vonin. Vonin er svo sterkt afl, vegna þess að það er alveg sama hvað, það besta sem Guð hefur skapað er nýr dagur. Það þýðir alltaf þetta, það er alltaf annað tækifæri. Það er alltaf, þú getur alltaf byrjað upp á nýtt. Þú getur alltaf gefið spilin aftur. Þú getur alltaf, þú veist, skilurðu, og þú ert ekki að eilífu dæmdur, skilurðu, ef þú vinnur þannig úr hlutunum að þú ert tilbúin að gera betur. Þetta mun líka hjálpa þér, ef þið líka líður illa. Það líður öllum illa, koma einhverjir dagar, þú ert down, ekki ánægð með sjálfa þig, eitthvað. Ef þú heldur í þessa setningu. Já. Besta sem Guð skapaði nýr dagur. Ok, mér líður í dag, það þarf ekki að vera með lítil á morgun. Nei, og þetta er svo, þú veist, þetta er svo tákgrænt vegna þess að þetta þýðir líka svo margt. Nýr dagur er nýtt tækifæri. Ný von, nýtt, eitthvað nýtt sem að þú getur hreinsað til, þú getur alltaf spyrjað upp á nýtt og það er það sem að saga í raun og veru skjálta gengur í gegnum. Hún nánast svona endurfæðist í þessari sögu. Hún endurfæðist vegna þess að hún fær þarna tækifæri til þess að horfast í augu hluti sem að engin annar í fjölskyldinu hefur viljað horfast í augu við og hún næra að klippa einmitt á þessa keðjuverkun en sko aftur á móti þá ég minna, þú veist, í myndinni er hún bara, þú veist, við bara presenturum þetta þannig að þú veist, það er fullt eftir, hún er bara rétt að byrja. Þetta er stöðu vinna. Þetta er stöðu vinna, vinnan er eftir, en þarna sér hún leiðina og það er þessi leið sem að mér finnst svo þakklátt fyrir að ég hafi einhvern veginn náð að finna sjálf, þakklátt fyrir að lesa bækurnar og auðar sem að mér finnst ég alltaf finna þessa speklun í. Það er þessi leið, það er þessi von, það er þetta nýja tækifæri til þess að gera betur, bæði sem manneskja og líka bara að sjá hlutina betur og skýrara og kannski svona með svona meiri jákvæðni og birtu heldur en ella. Mér finnst líka, og þetta er hrós sem ég er að fara að gefa það núna, þegar myndin er búin, já.
þá hugsaði ég svo mikið fólkið eftirmyndan, ég fór að ímynda mér ok, hvað gerist næst skilurðu, og ég sá fyrir mér svo bjarta tíma og þá leið mér einhvern veginn svo vel og ég verð að koma líka einu, þú veist að tala COVID og við erum búin að einangrast að miklu leiti út af COVID þú veist, maður bara settur einangurinn eða sóttkví eða eitthvað og kannski hitta ömmur og afar og eitthvað mér finnst rosa gaman núna að ég saknaði þess svo mikið að fara í bíó að ég bíó lömuðu svolítið á tímabili, núna er komað flottar og nýja myndir en ég fann að ég saknaði þess rosalega að vera með fólki í sal að horfa á bíómynd, að þegar horfa á góða bíómynd eins og þessi tilvilli, skjálta þetta upplifun sem þú getur ekki fengið hann annars staðar ef ég hefði hort á hana einn heima, jú, auðvitað er þetta frábær mynd, en ég fann að ég fekk eitthvað ekstra. Ég var að upplifa eitthvað fallegt og fólki sem ég þekki ekki neitt. Nei, einmitt. Og ég labbaði út úr bíónu í svo góðu skapi. Það er svo gaman og það er svo margir sem að töluðu við mig í frumsýningapartínu og sögðu, vá, hvað var mögnu stemming í salnum. Ég hef bara ekki upplifað svona stemmingu í salnum og það er auðvitað þetta og ég var alveg bara, já, þú veist, ég er náttúrulega bara einhvern veginn allt annari stemmingu því ég er eitthvað stressuð og eitthvað frumsýna myndina, en þú veist, það er auðvitað þetta sem fólk er að tala þannig að stemmingin í salnum að þetta er svo samanlegt, allir einhvern veginn á þessum stað, ég held að, já, það er auðvitað þetta. Sama tíma og líka þetta er eitthvað svona mannlegt og ég fann, þetta er svo fyndið einhvern veginn. Því við erum bara manneskjur og við erum félagsverur. Við erum ekkert byggð fyrir það að vera bara einin í ykkur íbúð eða herbergi í svona langan tíma. Þannig að maður finnur eitthvað svona aftur og ég fann það svo sterkt eftir skjálta að ég er búin að vera að sjá eitthvað Spiderman myndir og eitthvað, misgóðar en það er bara svo fallega sögu, hún er svo mannleg, hún er sorgleg en hún er líka svo falleg. Hún er líka falleg. Og það er von í henni. Það er von. Og ég var svo glaður og ég hlakkaðist til að segja við kærastuna mína bara þetta er svo flott mynd. Og sérstaklega eftir COVID, við verðum að hafa von. Já, nákvæmlega. Sumarið er að koma og þetta er nú alltaf liðindu lok og eitthvað. Líka þetta var erfið vetur líka. Það var COVID, erfið vetur, eitthvað lægðir alla daga. Ég fann það bara sjálf að mér, það hefur áhrif á mitt skap og mína líðan. Sé ég þessa mynd, ég man líka þegar ég sá hana, það var kannski ekki eitthvað mikið sólskinn, en það var bjart úti. Og ég var bara svona, þess að mér aldrei glemja þessa sýningu. Ég hlakka svo til því ég set saman, ég er svo mikið nörd, ég set alltaf saman í loka á svona eitthvað topp 5 myndir og eitthvað, og skjálti fyrir mjög líklega þann lista. Mér þykir bara svo vænt þessa mynd. Þess vegna er ég svo ekstra spenntur, ég sagði líka við á Facebook, ég er svo spenntur að hitta og spjalla við þig, að þetta hefði náttúrulega ekki verið eins gaman að ég verið bara svona, ok, þetta er ekki mynd fyrir mig. Það er líka svo glöð að heyra að þú tengir við hana, eins og þú veist að lýsa sjálfu þér og ég er eitthvað svona action maður, þú veist, að ná til þessa fólks sem að er einmitt svona meira kannski fyrir öðruvísi myndir sem er svona meira aksjón, léttmyndi eða svona meiri afþreying. Það er einhvern veginn, þá er stærsti sigurinn unnin, sko. Og já, hérna nokkra vini sem að kannski svona hafa meiri áhuga á svona kannski myndum sem eru meira léttmyndi eða svona grínmyndum eða eitthvað. Og ég er svona bjóstuð alveg alls konar viðbröðum frá þeim, en þeir eru margir bara, já, veist það, Tinna, þetta var bara rosalega var þetta góð mynd, þú veist, alveg frekminn, og þegar þetta fólk er hrifið, þá er maður, já, ég náði þér líka, skilur að, þú veist, einhvern veginn, að því að mér finnst það líka svo gaman sjálfri, þegar mér er komið á óvart og mér er sýnt eitthvað, og ég verð fyrir hughrifum og bara af einhverju sem að ég kannski hélt að væri ekki minn tebólli, eða þú veist, og ég elska það við listir, þegar ég bara ég held að ég væri bara ekkert spennt fyrir þessu, en svo bara er þetta magna. Ég elska þegar ég hef rangt fyrir mér finnst svo gaman þegar mér er sýnt, nei Tinna, þú hélst þetta, en veistu það, svo bara komstu að öðru. Ég elska að hafa rangt fyrir mér, ég elska að læra og veita eitthvað meira og nýtt og komast að einhverju nýju, annars væri lífið svo leiðilegt ef þetta væri allt fyrirsjánlegt og ég veit nákvæmlega hvað mitt áhugasvið er, hvað ég tengi við og eitthvað, þú veist, þá er aldrei neitt að koma þér á óvart og þá ert ekki opinn fyrir neinu nýju og þess vegna finnst mér svo frábært að skjálti virðist vera höfða til bara svo breiðs hóps af fólki, eiginlega bara allra.
þú veist, ég alveg tala, ég veit að virkar hrókafullt að segja þetta, kannski að þetta er myndin mín og allt það. Þetta er bara svo mannleg mynd og við erum alls manneskjur. Ég meina, sagan er ekki mín, sagan er Auðar og þú veist, og ég er að segja þessa sögu vegna þess að mér finnst hún í alvörinni eiga erindi. Mér finnst hún eiga erindi við fólk. 100% það er bara þannig. Þess að segja allir að sjá hana. Já, eiga allir að sjá hana vegna þess að hérna og ég segi þetta líka með erlendu viðtökurnar vegna þess að sko það er enginn þarna úti sem að er eitthvað, Tinna er nú svo fín stelpa, ég ætla að vera eitthvað jákvæður út í hana og segja eitthvað fallegt myndina hennar, ég kann vel við hana, þú veist, þetta er bara eitthvað fólk sem þekkir mig ekki neitt og alveg sami mig og það er alveg bara, hérna, með allar þessa ofsalega fínu og jákvæðu viðtökur bara í alls konar löndum og þá einhvern veginn hugsa maður, sko, já, veist það, þetta var rétt hjá mér, hún á erindi þessi saga. Og ég held að skipta einhver máli, hvort þú Íslendingur eða Svíi eða Kanadamaður eitthvað. Nei. Þú hlýtur ekki að horta á þessu mynd og fengi eitthvað út úr henni. Já. Að það er svo mannleg. Já, það er bara máli. En ég verð að spyrja, þegar Auður sá myndina, bara alveg í fyrsta skipti, hvort það var eitthvað í sýningu eða í klippiherbygguna eða bara whatever, þegar myndi á tilbúin og hún sá hana. Já. Ef ég má spyrja, kannski þetta bara persónulegt, hvernig var hennar viðbrögð? Þau voru bara stórkostleg. Hún var verulega snortin og hérna og hún var mjög hrifin. Hún var rosalega hrifin og hérna og hún var eiginlega bara svona svolítið, það var svo fallegt, hún var eiginlega bara svona svolítið eftir sig. Hún var svona bara, já, býtu, já, þetta var náttúrulega svona sak, vá, bara, ég veit það ekki, þú veist, ég held að, þú veist, hún var verulega snortin og virkilega hrifin og ég bara, Auður, þú verður að segja mér, það er eitthvað sem truflaði þig, eitthvað svona sem að þú, það var bara ekki neitt. Hún bara, nei, veist, þetta er, ég myndi segja þér það, ég bara, mér veist svo magna hvað þú einhvern veginn tekur þetta og þetta úr bókinu og styrkir það og gerir það svona einhvern veginn, en einhvern veginn bara, já, hún var rosalega hrifin og ég held að sé líka, að hún segi þekki það, en ég get svona reynt að ímynda mér það, sé alveg mögnu tilfinning þegar þú ert búin að gefa einhvern veginn sáliðina í eitthvað skáldverk eins og hún gerir af því hún gefur svo mikið af sér, hún byggir hún er náttúrulega allt skáldskapur hjá Auði en hún byggir svolítið á sinni reynslu líka að einhvern veginn sjá það sem að þú ert búin að gera, þú ert búin að skapa að það verður að einhverju öðru og þú sérð einhvern veginn sagan þín er að ganga lengra þitt verk er að fæðast inn í eitthvað annað og ná lengra ég held að sé alveg mögnu tilfinning og lifna líka svo við já þannig að hún að heyra karakterina sína tala og fara að sjá það já, ég held að þetta sé alveg mögnu tilfinning og gaman að segja frá því að hérna þetta er þá í annað skipti sem að Auður upplifir þetta með þessa bók vegna þess að Páll Ragnar Pálsson sem að gerir tónlistina ásamt Eðvarði Egilssyni í Skjálfta hann samdi áður en að myndin kom til tals tónverk upp úr einni setningu eða einni málsgrein úr bókinni. Hann las bókina rosalega menntaður og flottur tónlistamæður og hann las bókina og hann var svo gagntekinn af þessari bók hann bara, ég verði ekki búið til tónverk upp úr þessari bók og hann valdi eina málsgrein sem að bara allt tónverkið byggir á og hann bara, hann gerði tónverk, heilt tónverk og það er búið að fara á einhverjar, ég þekki það ekki, einhverjar tónlistarhátíðir í tónlistaheiminum, það búið að vinna til verðlauna og bara, þú veist, aftur, annað listform var til úr þessari bók og þess vegna láði það svo beint við að hann myndi koma á stigin og sjá tónlistina. Væntanlega verið spenntur. Ég er rosalega spenntur en þarna sérðu, þú veist að þarna Auður sko bæði upplifið tónverk og kvikmynd sem að kemur úr þessari bókennar og og það er bara, þú veist, ég get alveg, ég veit það ekki, ég er náttúrulega að tala fyrir hennan hönd en ég get alveg ímynda mér að það sé rosalega gefandi og magnað fyrir listamann að sjá verkin sín ala af sér eitthvað annað og nýtt og ná inn í annan markað og einhvern veginn stækka og vaksa bara eins og þú eignast börn svo að barnið sem, litla barnið þitt sem að þú elskar út á lífinu, það mun svo ala af sér annað barn og þú bara, guð minn góður, þú veist þetta barn er til af því að ég bjóð til þetta barn, þú veist og fyrir það, ég hlakka svo til að verða amma ég átti að vera óþólandi amma alltaf með þetta En svo verður til eitthvað, bara ættartré og eitthvað Já, ég meina þetta er, þú veist, þetta er svolítið svona Þetta er bara töfrar Þetta eru töfrar og þetta er það magnaða í lífinu, ég bara þú veist,
hvað er það sem skiptir máli í lífinu? Það er þetta, þú veist, hvað byrðu til og hvað sendur frá þér og þá er það náttúrulega kjarnin, það er börnin þín, þú veist, og ég meina í skjálta, frumkraftur alls í lífi sögu er barnið. Móðirin vill verða heil til þess að geta verið heil fyrir barnið sitt. Og þú ert foreldri, þetta er bara það sem skiptir öllu máli. Það skiptir það er einhvern annað sem skiptir máli. Nei. Þegar maður eignast svona barn, maður er alveg bara, Já. að ég er svona frekar gamall eignast mitt fyrsta, það finnst mér ég er 38 ára. Já. En bara þegar hann kom í heiminn, Já. það bara hvarf allt annað einhvern veginn, sko. Þetta er svo mögnuð tilfinning. Þetta er svo mögnuð tilfinning. Fyrir mér er þetta bara frumkraftur alls og ég fylltist óbúslega mikill svona framkvæmdagleði og sagnagleði þegar ég eignaðist mín börn, því að þarna var bara komin minn kjarni og það tvíeldi mig bara. Svo drifkraftur. Alveg bara, rosalega eignast tvíbura, skilur. Var það ekki svolítið mikið vinna? Nei, það er náttúrulega vinna, ekki tvíbura, en sko, ég fekk bara tvöfalt meiri kraft, sko. Það er bara þannig. Bara, fyrir mér er það mikilvægasta og stærsta hlutverki í lífinu. Ef ég get komið þessum drengjum til manns og þeir verða góðir og hylst eftir einstaklingar og þeim mun vegna vel og verða hamingjusamir og bara, bara eiga gott líf, þá degi ég sátt, sko. Vá, við verðum eiginlega bara að enda þessu Tinna, við erum ekkert að fara að toppa þetta. Hún talar rosa sterkt í minnismynd, skjálti, ég hvet allir þess að sjá hana og sérstaklega þú ert foreldri. Eða átt foreldra, ég raunin bara allir. Þetta er rosa mannleg mynd, hún er falleg, hún skilur eitthvað eftir sig, hún er nærandi fyrir sálina og ég finn það eftir sem ég eldist, þá leita ég meira í þannig kvikmyndir. Auðvitað les ég líka, en ég horf meira á bíómyndir. Ég fann að leita meira í þannig myndir. Já. Eitthvað sem er nærandi fyrir sálina og gefa mér eitthvað. Þú talar svo von. Bara gangi ég rosa vel með þessa mynd, Tinna. Takk. Og bara takk hérlega fyrir að koma. Takk fyrir að hafa mig.